Ég rúmlega 30 kennari við Borgarhólsskóla á Húsavík. Hef kennt þar í 4 ár og elska starfið mitt. Eftir það sem gerðist í febrúar ég aftur á móti ekki viss hvað mér finnst lengur. Þetta byrjaði þegar ég var að vinna seint eitt kvöldið í skólanum. Það var febrúar og dimmt úti, snjókoma og rok eins og oft á þessum árstíma. Ég var að undirbúa verkefni fyrir nemendur mína og misti tímaskinnið alveg. Þegar ég leit loksins á klukkuna var klukkan orðin 21:30 og ég var einn eftir í byggingunni. Ég var að ganga niður ganginn á leið út þegar ég heyrði skrítið hljóð frá einni skólastofunni. Eins og einhver væri að draga eitthvað eftir töflunni. Ég hugsaði að þetta væri bara húsið að gefa sig í rokinu, en eitthvað dró mig að stofunni. Þegar ég opnaði dyrnar sá ég að öllum stólunum var raðað í hring í miðri stofunni. Ég var viss að ég hafði skilið við þá í röðum eins og venjulega. Á töflunni stóð skrifað með skrift sem ég þekkti ekki. Við bíðum eftir þér. Ég fann hvernig hárin á handlegginum risu. Ég tók upp símann og tók mynd af töflunni og stólunum. Svo flýtti ég mér út, læsti á eftir mér og keyrði heim. Daginn eftir mætti ég snemma í skólan til að athuga stofuna. Allt var eins og það átti að vera. Stólarnir í röðum og ekkert á töflunni. Ég skoðaði myndina sem ég tók með símanum mínum til að fullvissa mig að ég hefði ekki ímyndað mér þetta. Myndin var þar, en hún var óskýr og dimm, þó að ég gæti séð stólana í hring. Ég spurði skólastjóran hvort einhver hefði verið í skólanum eftir að ég fór, en hann sagði að allir hefðu farið á undan mér. Ég ákvað að segja engum frá þessu. Ég vildi ekki að fólk héldi að ég væri að missa veitið. Nokkrum dögum síðar var ég að kenna 7. bekk þegar einn nemandinn, Gunnar, spurði mig skyndilega: "Kennari, hver maðurinn sem stendur fyrir aftandi?" Ég sneri mér við en sá engan. "Það enginn þarna, Gunnar," sagði ég. "Jú," sagði hann. "Gamall maður með gleraugu og grátt skegg. Hann að horfa á þig." Fleiri nemendur fóru að horfa og sumir sögðust sjá manninn líka. Aðrir sáu ekkert. Ég fann hvernig kaldur sviti braust fram á enninu á mér. Ég gaf nemendunum verkefni og fór út á gang til að ná andanum. Þegar ég kom aftur inn var allt eðlilegt. Ég spurði Gunnar eftir tíman hvort hann hefði verið að grínast, en hann leit á mig með alvörugefnu andliti og sagði að hann hefði kennt hér áður. Fyrir löngu síðan. Ég fór á bókasafn skólans og spurði Guðrúnu bókavörð hvort hún vissi kennara sem passaði við lýsinguna. Hún hugsaði sig og sagði svo: "Það hljómar eins og Þorsteinn gamli. Hann kenndi hér frá 1950 til 1980. Hann lést fyrir 15 árum. Var eitthvað sérstakt við hann?" spurði ég varlega.